við höfum náttúrulega hlutfallslega yfirburði í því að eiga þessi stóru og miklu hús. Já. Úr kaupetra fasteign yfir 5 milljarðar á Íslandi eru til dæmis fáir og við erum heldur betur einn af þeim. Já. Úr kaupetra fasteign á milljarð eru nokkrir, 5 milljarðar fáir og yfir 10 milljarðar bara, ég held að sé að það ekki margir. Þessar viðræður gengu ekki upp sem dálítið merkilegt. Það í staðinn fyrir 2 aðilar að semja, þá kemur 3. aðilinn inn í sem samkeppniseftirlitið og það þarf að semja við þá hvernig á að ganga að þessu. Það marka má til þess að sem maður heyrir að Ármann Þorvaldsson að segja. Að þá bara náðust ekki samkomulagi við ég lít svo á að samkeppniseftirlitið hafi rauninni komið í veg fyrir þennan samruna. Ég held að það sé bara bottom line eða loka neðsta línan. Allavega eru menn hættir við þetta. Og takk fyrir að sko halda upp í heiðri viðskiptablaðum í Íslandi. Já, kæra þakka fyrir það. Bara, ég held að það búið að vera þjóðuríþrótt Íslendinga að tala niður atvinnulífið senstu 20 árin. Og maður bara sumi bankamenn, ég neitaði því, þurfti bara að ganga með veggjum af skömm og ótta við álit samfélagsins á þeirra störfum og það bara skömm að því hvernig við komum fram við atvinnulífið sem stendur undir öllu sem við gerum. Það skattleggur sig enginn til velsættar eins og eitthvað góð maður sagði held í þessu stól fyrir ekki löngu síðan. Mér finnst mjög erfitt að hugsa til þér hvað eru margir til dæmis viðskiptablaðamenn á Ríkisútvarpinu og fyrsta frétt Ríkisútvarpsins af til dæmis árangri Keresis sem fyrirtæki sem Vátryggingafélag Íslands, ég er mjög stoltur af að fyrsti fjárfestirinn, svona institutional fjárfestirinn í að fyrsta frétt RÚV af Keresis var þegar það var selt til Koloplast. Það hefði ekki áður verið að fjalla um það. Ekki sem ég tók eftir alltaf. Það gæti verið ránt sem það er ekki sem ég tók eftir. Já. En það er kannski tágrætt og svo byrja að tala um skattheimturnar. Skattinn, það er svolítið. Já, þú veist þannig að þú veist bara því fleiri raddir sem við höfum að tala upp og tala og kritískt, tala atvinnulífið og beina ljósunu að því sem er að gerast, mætti betur fara og vel er að ganga. Bara því betra. Ég er bara mjög þakkláttur ykkur fyrir að þetta við getum